Formaður Læknafélagsins Birna Jónsdóttir segir að það geti verið eðlilegar skýringar á því mikla magni sem skrifaður út af Rítalíni af íslenskum læknum. Birna verður í viðtali í seinni hluta þáttar. Og þá höldum við áfram umfjöllun okkar læknadóp. Við greindum frá því í gær að þeir 5 læknar sem ávísuðu mestu magn af Rítalínu og Concerta árið 2009 ávísuðu þessu lyfi fyrir rúmlega 160 milljónir. Formaður Læknafélagsins segir að þetta mikla magn geti átt sér eðlilegar skýringar. Birna Jónsdóttir hingað komin til að ræða þetta og almennt þann mikla vanda sem að misnotkun á læknadópi er. Vertu velkomin. Takk fyrir. Við skulum kannski byrja á því að halda þig til haga að við erum hér fyrst og fremst að ræða misnotkun á þessum lyfjum sem að svo margir hafa gagnað, bæði börn og fullorðnir greinilega. Hvað finnst þér þetta magn sem að við vorum að segja frá í gær að svona fáir læknar skrifi svona mikið út? Hvað segir það okkur? Ef fáir læknar eða einhverjir einstakir læknar eru að skrifa meira en það sem að samkvæmt bókinni telst eðlilegt, þá á að leita skýringa. Er bókin vitlaus eða er það þannig að þeir skrifa rangar ávísanir á lyf? Og bókinni vitlaus, það þýðir það að forsendurnar sem eru gefnar hvenær eigi að nota þetta lyf sé ekki réttar. Og mér langar bara að segja, eins og þú sagðir, að halda til haga það að meðaltals tölfræði segir mann ekki neitt. Læknisfræði er bæði vísindi og list, en hún er ekki trúarbrögð. Við gerum það kröfu, læknar, að fólk vinni faglega. Og ég ætlast til þess að sá sem vill breyta því hvaða forsendur liggi til grundvallar meðferð, hann vinni sína vinnu faglega og sýni fram á það með rökum að það eigi að breyta þessum ávísna vefnjum sem hafa verið. Þannig að ef að einhver vill halda því fram að það sé ávísað og mikla þessu, þá þarf sáinn sami að rökstyðja það. Á sömu forsendum, hann þarf að sýna fram á það sé ekki rétt að nota lyfið eins og því er ávísað. En er hægt að skilja þá þín orð þannig að þú sért þá ekkert sérstaklega trúð á það að það sé verið að skrifa út of mikið af þessum lyfjum? Ég er ekki með trúarbrögð í þessu sambandi. Nei. Ég vil fá þessi rök, ég vil fá að skoða þetta og við höfum lyfjagrunni til þess að skoða. Það sem ekki má heldur gleyma er það á ekki bara við þessi lyf, það á við öll lyf sem læknar ávísa, þau eru ekki alltaf notuð rétt. En við gerum þær kröfur að það sé sérstaklega vel fylgst með þessum lyfjum. Ég er ekki með þess á neinn hátt að reyna að draga úr því að eitthvað af lyfjum sem sé skrifað út af læknum sé misnotað af fíklum. Það er það alveg ábyggilega. Já. Við þurfum að hjálpa þeim fíklum og það gerum við. Og við þurfum líka að vera grimm í að vera á hælunum á læknum sem að sannanlega vísa lyfjum á fólk sem þeir eiga ekki að nota það á. En þegar að þið heyrið af öllum þessum dæmum sem við erum að tiltaka og segja frá, bæði með morfínlyfin og með þessi lyf, þið sjáuð afleiðingarnar að því, það er risastórt svört hagkerfi þarna sem að þessi lyf ganga kaupum og sölum. Þetta hlýtur að vera eitthvað sem að læknar sjálfur vilja taka á. Þeir hljóta að sjá að þarna er mikill vandi, það er einhver að skrifa of mikið út hlýtur að vera. Við skulum horfa svolítið á það sem við vitum og það sem við höfum reynt. Aldamótin þá var mikið misnotað af morfínlyfjum og fjölgaði morfínsprautufíklum mikið. Þá höfðum við gagnað því að geta farið í grunninn hvernig lyf er notið hjá landlækni og taka á þessum efnum, þessum málefni. Og svona eigum við að halda áfram að vinna. Og það er okkar krafa að það verði notuð gögn úr þessum lyfjagagnagrunni og þau verði notuð til þess að fyrirbyggja að fólk falli áfram í þennan brunn, þennan viðurstyggilega brunn að vera að misnota lyf. Já, viltu þá sjá grunninn þannig að hann geti flaggað eins og sagt er, komið með viðvörun það að einhver tiltekinn læknir eða einhver tiltekinn fíkill sé að misnota vegna þess að eftirlitið hingað til hefur svolítið verið eftir á. Menn hafa séð innan gæsalappa glæpinn eftir á, en ekki náða fyrirbyggjan. Nei, við getum ekki fara að flagga neitt nema það sem við höfum sýnt fram á að þarf að flagga. En við eigum að flagga. Við eigum að nota þessar upplýsingar. Samkeyra grunnana?
alveg sko endilega samkeira allt sem fer til apótekan, allar upplýsingar, þannig að það sé ekki hægt að hlaupa þar á milli. Það hérna sennilega mest af þessum lyfjum miðað þær upplýsingar sem við höfum, þannig að þær fari í gegnum svo kallaða heildsala og þeir munu verða þarna, svona hákallar, auðvitað þurfum að uppræta þá líka í leiðinni, sem að eru að leita á einstaklinga sem að eru að fá ávísa lyf og selja þau áfram til fíklana. Við heldum ekki samkvæmt þeim upplýsingum sem við höfum frá meðferðaraðilum að allir sjúklingarnir sé að selja beint til misnotenda. Þetta fer í gegnum nokkrar hendur. Já. Getur ekki líka verið að einhverjir læknar skrifi vísvitandi út og misnoti aðstöðu sína rétt eins og heilbrigðisráðherra tók undir í gær? Jú. Læknar eru líka fólk. Það er til veikilæknar, það er til læknar sem að gera ekki það sem þeir eiga að gera og það hefur alltaf verið þannig. Já. Það hafa alltaf verið til læknar sem að hafa fengið einn og einn sem að leyfið hefur verið tekið af. Og það eiga kannski að vera fleiri. Já, en má ég spyrja þau aðeins þennan lista, kannski erfitt að tala út frá einhverjum ákveðnum nöfnum, en við skulum tala út frá magninu. Þú þekkir þessar tölur sem voru til dæmis, það var einn læknir sem skar sig þarna alveg sérstaklega úr, ávísar langmestu, birtum nafn hans þarna í gær ásamt öðrum nöfnum. Við vitum til þess að þessi læknir hefur skrifað út 16 Ritalin-töflur á dag í heilt ár til manns sem ekki var með drómasýki, heldur fekk lyfið á öðrum forsendum. Er þetta eðlilegt magn? Sko, ef að er verið að ávísa svona einhverju sem er, eins og ég sagði áðan, alveg langt út úr bókinni, langt frá reglum, þá á ekki að gera það nema sé hægt að sýna fram að það með vísindalegum rökum að það gerir þessum einstaklingi gagn. Og getur maður ekki sýnt fram að það, þá á ekki að vera hægt að ávísa svona. Já. Er þetta mikið magn? Ég þekki ekki þetta tilfelli. Ég get ekki talað um það tilfelli, þennan lækni eða þennan sjúkling. Nei, en nú er ég bara að tala um þetta magn, vegna þess að þetta virðist ekki vera eina dæmið um það. Já, ég get ekki svarað því. Ég get bara sagt þér það, ef hann þessi læknir getur ekki sýnt fram á það, hann hafi gert sjúklingnum gagn, ekki að því að honum finnist það eða hann trúi því, hann þarf ekki að sýnt fram á það með einhverju sem er mælanlegt og reiknanlegt. Tölum aðeins um þetta líka út frá hinni hliðinni. Núna eru fullorðnir og börn jafnvel að hlusta sem að nota þessi lyf sér til gagns. Þetta er auki lífsgæði barna heilmikið Rítalínið og fleiri lyf þegar lyfin eru notuð rétt. Samt kemur fram í lyfjaskrá, til dæmis varandi fullorðna fólki, að það megi ekki ávísa þessu lyfi og það kemur líka fram í fylgiseðlinum og þetta er að mér skilst nýkomið inn í lyfjaskrána og nýkomið inn í fylgiseðlin með þessu lyfi. Á sama tíma er síðan verið að niðurgreiða þetta lyf. Ég meina, hvaða skilaboð eru þetta, þessi þaksarsankenndu skilaboð, af hverju eru þau svona til fólks sem að þarf á þessum lyfjum að halda? Já, þannig þú meina það er eins og að sé geðklofi í kerfinu? Soldið, já. Já, ég er alveg sammála þér. Já, ég meina það er ekki samræmið þarna. Nei. Og auðvitað á að vera samræmið þarna. Ef það er gerðar vísvitandi undanþágur þarna, þá þarf að vera hægt að gera grein fyrir þeim. Ertu sjálf trúið á það vegna þess að umdeilt með að lækna að þetta lyf gagnist fullorðnum þótt að þetta standi í lyfjaskránu og fylgiseðlinum, að þetta eigi ekki að nota fyrir fullorðna? Ég er ekki með neitt trúarbrögð í læknisfræði. Nei. Ég vil fá að það svart á hvítu að þetta gerir gagn fyrir tiltekinn hóp einstaklinga. Já. Þannig hann hefur þá ekki verið sýnt fram á það? Þá ætla ég umhverfa spurninguna. Hefur þá ekki verið sýnt fram á það að þetta gerir gagn fyrir þennan hóp úr þegar þú talar svona? Ég hef ekki séð það. Nei, ég kannast ekki við það. Og þá hlýtur að með að draga þá ályktun, frá þínum orðum að það sé verið að ávísa allt og miklu af þessu til fullorðins fólks. Á sama hátt þarf ég að sýna fram á, þegar ég held í fram að þetta sé rangt, að þetta hafi engu breytt fyrir þetta fólk. Nei. Og ég veit ekki til þess að svona rannsókn hafi verið gerð á þessum forsendum. Hafi hún verið gerð og hafi niðurstaðan verið ótvíræð, þá ánáttúrulega eiga leiðbeiningarnar verið í samræmi við það. Já, það er allavega ekki þannig í dag. Þetta eru faglegu rökin sem við læknar efum, ekki bara þetta, heldur fullt af annarri meðferð. Og það hefur alltaf verið þannig að meðferðar ábendingar breytast. Ég skal ekki fullir það
að þetta sé á röngum forsendum. Nei. Ég get það ekki. Nei. Takk fyrir að koma í Kastljós, Birna, og við ætlum að láta þetta kvöldsins lokið í kvöldi. Sjáum okkur aftur hérna annað kvöld, verið sæl. Takk fyrir.